Sannur. Ég að taka upp, sko. Já, ég veit það. Ég skemmst á félaga minn svona. Já. Það bara svona gaman aðeins. Það náttúrulega að ræða það, sko. Já, lápa svona. Já, hvernig sem þú tekur það? Nei, við erum bara að leika okkur, ég menna. Já. Það enginn að spá í vídeóin mín, sko. Já, það gerist. Já. Ég bara bullaði vættina og eitthvað samsæri og svona. Nei, þetta verður bara, held ég, ágætt. Það sem ég svolítið spenntur fyrir þessum innsiglum að þetta hefur ekki verið gert áður. Hvað það, sér? Píratarnir ætla að vera með þér á innsiglum? Sérst innsigli á alla kjörkassan. Það innsigli sem þú situr á kassan, ef það rofið eða rifið upp, og það verður eftir svona á kassanum sjálfum og þú getur ekki notað límt innsiglið aftur. Það verður glært innsiglið þegar þú komum að taka og það númer á því svona eins og það bara bílnúmer. Þannig að þú getur aldrei, það engin mið eins. Já, ok. Það er sikkert númer á hverjum einasta miða. Það er komin tími til að eitthvað svona. Já. En hvað með blýantana? Það er hinn handleggurinn sem að menn fá ennþá að geta strokað út, sko. Þannig að það verður bara, það verður bara áfram að menn geta verið ennþá að krafsa í þetta allt saman. Ég hitti konu daginn sem að vann fyrir kjörstjórn, sko, fyrir ykkur 15 árum. Ég man ekki hvaða kosningum. Og við vorum að spjalla bara í pottinu. Svo kom svipur á hana eftir smá stund. Sum okkar fengu borgað fyrir að vera þarna á telli. Já, aðrir ekki. Svipur á hana. Þú vildi hann ekki tala um þetta meir? Nei, það er alveg, menn meg að segja hvað sem og hvernig sem Ég bara, eftir ég tók þátt í þessu 2013 og fór að kafa hún í kjölinn á þessu, þá bara treysti ég ekki þessu sem það verið að gera. Og allra síst það eins og var verið að segja mér, áðan skal ég segja þér, að það er einstaklingur sem var með mér hérna á fundinum áðan, hann var vitnaði þegar kjörkassi var opnaður og svo var stappað aðeins ofan í hann. Nei. Til þess að það kæmist meiri í kassan. Þetta á náttúrulega ekki að eiga sér stað. Nei. Það er eitt og annað sem við erum að sjá bara hér sem að bara er allt svakalegt sem er í gangi. Það er skemmtilegt að labba hérna. Ég kom að því að vinna hérna. Þegar var við að byggja hana garð. Upptökan er í gangi. Ég var hér í 1,5 ár að tækjum og tólum hér alla trissur að grafa hérna allt. Þegar var við að byggja þetta. Það er gaman að koma hérna. Svona evróskur fílingur. Við erum alveg að flottu staðir. Það er svo koma í hallar, sko. Það vantar ekki lífið þetta, þetta áttur. Já, kom mér óvart hvað er mikið af bílum og bílastæðinu. Það er náttúrulega svo húsdýragarðurinn hérna. Er það ekki? Það er ekki ennþá hérna. Hver? Húsdýragarðurinn. Er búið að flytja. Húsdýragarðurinn? Húsdýrin? Nei, það er. Er hann ennþá hérna húsdýragarðurinn? Já. Nei, hérna er ykkur hringekja, sko. Það er þarna? Það eru hestarinn og þeir eru ábyggilega með hindýrin líka. Já. Við erum að prófa þetta. Við erum að sýna hestarinn. Ég held að þessi farin hérna inn. Til að fara á kaffihúsið. Það er eiginlega bara stuttu tím. Já, þá bara spjöllu. Já, við látum bara hringinn inn. Hérna. Nei, það sem var að, sko, það sem ég var spáð daginn þegar ég hafði samband við þig. Það er enginn að tala um stjórnarskrárna nema þú. Já, það er helviti gott. Ég var á Ríkisútvarpinu í morgun og þá sá ég eitthvað sem menn ekki farnir að gera. Getur þú þessu þannig við sjáum hvort við erum í mynd? Þá var spyrillinn búinn að brenda út stjórnarskrána og hæla þetta í hana, eitt og annað. Okay. Það vildi bara svo til að ég kann að nautana. Hvað er þetta eftir greinin? Og kunni hérna enn á meira. Hún snýst hérna, ef hérna skal ég segja að þingi vilji senda forsetann heim, og þá hérna er það tvíeggja-sverð, því að það þarf þjóðaratkvæðagreiðslu. Og það er þá fólki sem tekur ákvörðun hvort að forsetinn eða þingi fari heim. Þannig ef að þingið óskar eftir að fólkið segi upp forsetanum og svo neitar fólkið, þá verður þingið að fara heim. Förum bara á bekkinn hérna. Þá getum við stillt upp vélinni, svo að við vitum hvort við erum í mynd. Þannig að, já, það er alveg... Sko 27. greinin er það sem allir heyra. Já, svo ættu menn að heyra líka 51. greinina. Hvað er í henni?
að þar segir að þingmenn, að þeir geta verið ráðherrar og þá mega þeir taka þátt í atkvæðagreiðslum. En séu þeir ekki þingmenn, samhliða að vera sko hérna ráðherrar, þá mega þeir ekki taka þátt í atkvæðagreiðslum. Býttu, okkur fór þetta fram hjá mér þegar ég las hana. Ég er búinn að lesa hana, já, oftar en tvisvar. Já, þetta er svo sem líka búið að fara aðeins fram hjá mér. Svo rak vinur minn augun í þetta og... Segðu þetta aftur. Það er 51. greinin, þá er það að ef að ráðherrar eru ekki jafnframt þingmenn, þá mega þeir ekki greiða atkvæði á þinginu. Svona á að gera vídeo, sko. Það er svolítið hrátt. Nei, fólk er að fíla það. Já. Það er ein stelpa sem var að rekast á í vikunni sem er bresk. Já. Og hún gerir svona eins og ég og fleiri, raflinn bara. Já. En hún er með einhverjum 150.000 áskrifendur og hún er að segja frá sínum Asperger og okkur sé hægt að deyta stráka og eitthvað. Já. Ég hendi út einu vídeo í hátíðinni í gær hérna e-mailið á RÚV. Það eru 2300 búin að horfa á það núna á einu sólarhring. Glæsilegt. Og það er að besta við, það eru fleiri deilingar heldur en like. Já. Það var síðast þegar ég... Hvað varst að segja í því vídeo? Það er hérna að RÚV áskilur sér rétt að raða fólki niður eftir skoðanakönnun. Þetta er ríkisfjölmiðill. Já, akkurat. Á ekki kjósunum? Ég veit aldrei það. Þetta er sko stýringin alveg, hún er bara sko, hún er rosa. Hvað finnst þér eins og með skoðanakönnun? Ég myndi vilja banna þetta 1,5 mánuði minnstakosti fyrir kosningar. Bara alveg. Ef að það birtist eitthvað slíkt að fjölmiðlar sé eitthvað í áttina að reyna að búa til skoðanakönnun, þá er það bara að vera stóra sekkur. Þannig séð. Já. Það verður að hafa áhrif. Já. En hvað finnst þér fólk segja? Ég var líka að hugsa það, sko. Fólk er... Bara í sambandi við, hvað finnst fólki skoðanakönnun? Það er... Mér heyrist almenningur ekki vera sáttur við þetta eins og þetta er að gerast. Já. Og sérstaklega hvernig, þetta er ekki fyrsta skipti, það er hvernig fjölmiðlar taka fyrir ákveðna persónur og hampa þeim sérstaklega. Þetta er eiginlega sér stað núna, þetta átti sér stað síðast og eins líka bara í Alþingi. Þar erum við að sjá þetta bara, það er óþolandi þegar þeir eru með skoðanakannanir og þá eru teknir einhverjir 4-5 efstu og svo kom alltaf aðrir. Svo það sé bara nafnlaust fólk. Maður sá þetta vel 2013 með sko litlu framboðin, hvernig þau voru sortir og svo ákveðið hverjum átti til hliðar. En hver gat sagt að þessum sem var verið að hampa að það væri eitthvað stærri framboð? Já, nákvæmlega. Það var ekki jafn margir í framboði. Það voru allir með jafn marga menn á lista. Já. Það eru allir að skila jafn mörgum varamönnum að þeim. Þannig að hvert einasta framboð sem var þarna var jafn stórt. Þannig séð, já. Já. Svo er alltaf sett stóra framboði. Það er náttúrulega bara... Það er sálfræði. Akkurat. Þetta er allt sálfræði. En sko þá kemur maður að fólkinu sem segir sko, ég man eftir fullt af fólkinu sem segja, ég ætla að kjósa þennan flokk, að því þeir eru líklegastir til að ná 5%. Og ég sagði oft við þetta fólk, þá ert að sóa atkvæðina. Og þá sagði fólk, nei, ég er að nota atkvæði til að koma manni inn. Já, það er tilkvæmst að koma manni inn. Já, ég segi þá fólk sko, kjóstu mannin sem þið líst vel á, eða flokkinn, af því þú ert að segja honum að hann getur komið sterkur inn næst líka. Já. Af því hann veit hverju staða með hann. Fólk takkar hann. Þetta finnst mér verið lýðræði, sko. Þetta er lýðræði. En það hefur áhrif þegar að fjölmiðlarnir segja, bara eins og núna, þá er á Kvennablaðinu, þá eru þeir að bjóða mönnum upp á að hver finnst þið skemmtilegastur eða, man ekki alveg hvernig þeir orðið var. Og þá haggar einhvern og þá kom upp á hverju þetta velja þennan. Það er bara 2% sem eru sammála. Ha? Já. Er þetta ekki sálfræði? Jú. Þetta er sálfræði út í eitt, sko. Þetta sko, með þú varst að tala um þetta, þá fór ég að hugsa hvern myndi Sturla kjósa ef hann var ekki í framboði, sko. Já. Ef ég segi, nei, við erum ekkert að fara út í það. Það er ekkert mál að svara því. Ég er bara Ég veit að margir hefðu áhuga að vita svoleiðis, sko, en ég er það ekki. Það er enginn með afgerandi afstöðu með fólki sem er þarna í boði, þannig að ég
get bara ekki svarað. Það bara heiðarlegt svar. Já, ég verið að pæla í þessu, með, ég held að fólk, almennt er fólk að segja að mér líst ekkert á þessar forsetakosningar í dag, þetta allt í rugli. Maður ekki að segja það, ég segi þetta sjálfur. Og ég sé ruglið fara af stað þegar að ákveðnir aðilar fóru að búa til ákveðið frambjóðanda. Það sem maður sér svo mikið hrærigrautt í framhaldi og svo þarna ákveðnum fólk til hliðar. Ég er að upplifa það hefur aldrei verið svo mikið hafarí í kringum forsetakosninga áður. Og það segir mér að inn í stjórnkerfinu eða elítunni eða skuggavaldinu eða hver það sem að dóir smátanar. Hvort það fyrir samsæðiskenningar eða ekki, að það komin undiralda í samfélaginu. Að fólk að byrja að pæla í ykkur. Já, sem það getur þakka samskiptum með alveg það. Já, klárlega. Það bara Facebookin og Twitter og Damder og hvað þetta heitir alls saman. Það það sem að hjálpa okkur að... Og klikku vídeo á YouTube. Já, og reyndar líka vídeón sem að getur komið beint inn á Facebookinu. Það er alveg ágætt inn á RÚV. Þetta mail sem vídeó sem ég gerði í gær, kallaði e-mailu frá RÚV. Það er að það skulle vera 2300 manns búin að horfa á þetta núna á sólarhringnum. Svo var ég í þætti í morgun. Það bíður eftir mig starfsmaður frá RÚV. Og segir, komdu sæll Sturla, það var þegar þátturinn var búinn í morgun. Ég hef verið að kíkja á Facebookinu þar, þetta vídeó sem þú varst að búa til. Og það var þetta e-mail-vídeó. Og það að snerta við helling. Og það að snerta vel inni þarna á kaffistúðunni á RÚV. Það get ég sagt. Þetta er náttúrulega fólk, það er ekkert... Allir skerandi. Já, líka hinn venjulegi starfsmaður á gólfi, hann veit alveg hvernig hlutirnir allt saman. Og að þeir kannski ekki taka ákvarðanir. En mér finnst líka varðandi þetta með að fólk að byrja að hugsa þessu út í, forsetaembættið hefur aldrei verið svo veigamikið í augum fólks, nema sem táknkerfi. Af því það er búið að ljúga. Já, það er alveg saman. Það er bara logið. Og það er búið að ljúga svo að okkur að fólk sér ekki þennan einstakling sem þann valdamann sem hefur það vald í rauninni hvernig lífsgæðin verða á komandi árum. Þannig að hann skrifar undir lögin sem þú átt svo að lifa. Já. Bara fyrir myndavélina, það er alltaf einhver að labba hérna framhjá bakvið fyrir þá sem sjá okkur alltaf að gá. Nei, ég fatt að þegar þú fórst í viðtal í Harmageddon í febrúar. Ég hlustaði ekkert á þetta viðtal fyrir bara nýlega. Og þá kveikti á peruna, því þó ég sé búinn að lesa stjórnarskrána og þykir vera samræðið hæfur hana, þó ég mun ekki númerið. Ég get ekkert að þessu gert. Já, ég er að hæla þig, Það er bara minn hátt. Þegar þú fórst að útskýra það í þeim þætti á mjög skilyrtan hátt, eða mjög vel skilgreindan hátt, að forseti Íslands hefur alveg sömu vald og forseti Bandaríkjanna. Já, nákvæmlega sömu. Ég hafði aldrei pælt í þessu. Og eins og þú segir, það er búið að ljúga inn í okkur ákveðinni táknir. Við erum með sömu stjórnskipunum á Franklandi. Þetta er sama stjórnskipunum þar. Nema að við erum með forseti landsins sem meiri forseti Íslands sem meiri völd heldur hinir tveir. Vegna þess að hér hefur forseti völd til þess að veita undanþágu frá lögum. Það sé 30. greinin minni. Hvernig er það þú útskýrt á? Forseti getur veitt undanþágu frá lögum. Já, ég var bara að sækja þetta, ég man ekki orðrétt og ég muni þetta margt af þessu. Ég man eftir að lesa þetta, það er nefnilega eitt sem er búið að setja mest í mér í vetur. Og ég hef reynt öðru hvoru að koma á framfæri, það er bara ein grein. Ég man ekki númerið á henni, gæti verið 21. önnur. Það sem forseti getur vikið embættismönnum frá. Já. Hann getur sagt upp hvaða opinbera starfsmanni sem er. Já, hann getur ekki sagt upp. Hann getur fært til í starfi á þess að það er laun. Já, ég ákveð núna að ríkislögreglustjóri verði vitavörður í Grímsey. Já, ef hann hefur veitt honum starf, þarf að vera hans í skilning. Býttu
sko málið að þú ert skipstjóra. Skipstjórinn ræður háseta. Það þýðir þá ekki skipstjórinn hérna hásetum eða þar niður í þér. Nei. Þannig að starfið hlýtur að vera skipstjóri. Það er eitthvað sem forsetinn verður með hérna, en forsetinn verður sjálfur að gera. Samanber skipstjóran, skipstjóri getur ekki látið alla gera sín störf eða kemur bara strandgæsla Bandaríkjanna borð. Það þýðir ekki að láta hásetnum tala við þá. Ég þarf að rifja þetta upp því að... Þannig að það er alveg klárlega stöður eða hérna hlutir sem að forsetinn getur ekki vikið sér frá þó hann láti ráðherra framkvæma vald sitt. Já, einmitt, já, því ég vissi þetta. Sko, ráðherrann framkvæmir vald forseta, en ráðherrann er að framkvæma sín völd í forseta. Já, og þá er það bara eins og stýrimaður gerir. Hann getur gert eitt og annað í umboði skipstjórans. En hins vegar gerist eitthvað sem að stýrimaðurinn á ekki að gera, þó sem umboð frá forseta. Það er hérna skipstjóranum. Þá rekur skipstjórinn stýrimann. Og þetta er bara alveg kristaltært í... Það er þess vegna sem þetta situr svo í mér að forsetinn hefur það vald að hann getur hreinsað til í spillingakerfinu. Já, það er það sem... Mjög einfaldum hátt. Og þessi klásúla heldur samt fullum launum sínum. Það segir okkur bara embættismannakerfi koma því að semja þessa stjórnarskrá. Já, það er alveg þannig. Ég ætla að taka þess að 30 stíðana. Það er svo forseti veitir annarkost sjálfur eða með því að fela öðrum stjórnvöldum undanþágu frá lögum samkvæmt reglum sem farið hefur verið eftir hingað til. Hvaða reglum? Þegar það tala um reglur hér og þá verður að tala um lögin. Í rauninni menn tala um lög, menn tala um reglurnar og þetta er það sama. Þetta er... En hins vegar þá var þetta að segja sko, það er kannski ekki það sama sko. Þar með eru lög orðin formsettriði. Já, þú veist. Með þessari grein. Og þarna er íslenski forsetinn orðið valdameiri heldur en Bandaríkjaforseti og Frakklandsforseti. Þessa grein finnur ekki í hinni stjórnarskránni. Þetta fór líka fram hjá mér við lestur 1 og 2. Já. Ég ætla að þykjast að lesa oftast. Já, þannig að það er sko... En ég þarf að bera saman hvort þetta væri stjórnarskránni frá 1874 og 1920, hvenær þetta kemur inn. Já. Þetta gæti verið arfur frá konungsvaldi. Hins vegar þá var mér nú sagt að stjórnarskráin sem við höfum í dag, og það er verið að tala um að hún sé arfleifð af danska konungsvaldinu, en hafa menn eitthvað velt fyrir sér hvaðan Danir tók sína stjórnarskrá? Nei. En menn rekja þetta aðeins aftur og bak, enda er það ekki bara í Róman lofa? Ég veit það ekki, en ég lofa þér því að menn fór honum. Það er einhver sem að, ég held ég sé að muna rétt, að menn hafi tekið þetta, Danir hafi tekið þetta upp frá Belgíu. Já, það gæti verið. Þar var kommúna og þar komu menn sér saman grunnað stjórnarskrá sem að Danirnir svo aftur tóku upp. En sko, allt er að fara til Belgíu í dag, sko, Brussel, NATO, Evrópubandalagið og Bilderberg-hópurinn og svona. Allir pakkinn. Fyrirgefðu. Við erum með viðtal við Sturla. Já, við sitjum bara hérna á Garbekk og erum romantískir að tala um stjórnarskrána. Já, þú ert á einhvers staðar. Jú, við erum á milli Grasgarðsins og Húsdýragarðsins og Kaffihússins. Það er ekki. Það er bara inngangurinn inn í fjölskyldugarðinn? Já, bara við innganginn inn í fjölskyldugarðinn. Nei. Sturla er í meðrum. Já, þú ræður. Já. Já, það skiptir ekki máli. Við erum í upptöku núna til í símann. Já. Þú veist, já, ég sé þér mann. Góðan daginn. Góðan daginn. Sko, ok, því ég veit að við höfum, sko, ég hefði alveg viljað sitja í 2-3 tíma og kjafta það. Já. En það er eitt nefnilega sem er að böggast í mér, sem ég langaði að tala um. Er fólk að átta sig á því að þetta skiptir máli? Það er ekki almennt. Já. Fólk 2012, þetta sem að kallaði stjórnarskrá fólksins. Ég held að við förum ekkert kannski út í þann pakka. En þetta vakti þetta fólk til umhugsunar. En hvað er margir sem að lesa stjórnarskrá? Eins og núna ert þú að kenna mér að skilja ákveðna hluti stjórnarskrána, þóttist ég nú vita heilmikið um hana.
Hvað þá með þá sem hafa bara rétt litið yfir hann einu? Skiptir það máli? Af hverju skiptir það máli? Af hverju eru við svona ástríðufullir um þetta þegar öllum ekki fyrir alveg saman? Ólafur Ragnar hefur við skemmtilega. Já, við erum saman. Hvernig hún byggð og hvernig hún á að skilja það. En þeir hafa tekið hefðir og venjur fram. Já, en eru þær skrifaðar niður? Ég var í viðtali á Stöð 2 í gær eða fyrradag. Þá segir spyrillinn: þú ert fara nú í gegn þessum fræðmönnum sem hafa sagt þetta eða hitt og þetta lítur svona útsöður og framvegis. Þá sagði ég bara: já, eru þeir skráðir í stjórnarskrá? Hann horfði bara á mig. Ég sagði: þetta er á íslensku og ég á ekkert að þurfa túlk frekar en hinni 300.000 einstaklingum sem lifa hér í landinu. Það eru grunnlögin okkar og þau eru auðskiljanleg. Við þurfum ekki einhverja menn til að túlka þetta fyrir okkur. Þá komum við líka einu, sko. Við segjum sem svo að það næðist þessi vöknun að fólk fari að lesa stjórnarskrána og gera kröfum að henni verið frí. Þá tekur þau samfélagið og snýrði við 180 gráður. Það er það sem gerist. Já, við áttum okkur á því. Ég veit ekkert endilega hvort ég vil það. En ég er ekkert viss ég séu sammála það. En hérna, því að þá erum við komin út í umrótspælingar og svona. En ok, það sem ég var að hugsa það sem hefur mest vakið fyrir mér var stjórnarskrána að hún er raunverulega félagssamningur. Hún er raunverulega stofnsamningur félag. En þetta félag, ég hef vanist því og svo stofnar áhugamannafélag, trúfélag, einkahlutafélag eða eitthvað annað félag. Það þarf að eiga kennitölu og verðmæti. Ef að lögfélag sem þá fyrir það kennitölu. Þú þarf líka að vita hvernig þú ert að kenna. Félag hefur alltaf kennitölu. Það er alltaf hefur skilgreint heiti og hins vegar þegar kemur inn á þetta, þá getur ekki kennt félagið sem íslenska ríkið. Ég sé þetta þannig að það er alltaf persónur og leikendur í málum. Þannig að allar gjörðir sem gerðar eru, þá getur alltaf bara svo persónu fyrir það sem þér er gert. En hins vegar að sá einstaklingur sem starfar á vegum ríkissjóðsins sem við eigum öll og ríkisins sem við eigum öll, að þegar hann er sóttur, þá gæti skaðinn verið þannig að ríkið, sjóðurinn okkar, verður að bæta okkur skaða sem hann olli, en hann á að gjalda þess. Ef það er hérna bara eins og varðar hegningalög eða annað sem kemur að þessu, og það segir náttúrulega í annarri grein stjórnarskrárinnar að forsetinn og önnur stjórnvöld fara með framkvæmdavaldið samkvæmt landslög. Og þar af leiðandi verða menn að lúta landslög. Þannig ef eitthvað gerist, ef einhver brýtur sem að starfa fyrir kerfið, ríkið, brýtur á þér og þú sækir það, þá þarf hann að fara í fangilsi og ríkið þarf að borga eitthvað. Þannig sé við. En sko, þegar við göngum á stofnun, það er einhver stofnun sem brýtur ykkur að breyta. Segjum bara til hans jafnræðisreglum, allt til að vera jafnræðisbreytir um lögum, sem er þverbrotið út um allan. Nú kem ég að stofnun sem að brýtur þessar grein. Ég get ekki keypt hana. Jú, það er það sem ég var að segja. Tökum hérna bekkjum. Hlusta á nú að mikill athygli. Ég er með það í utan. Já, það er alltaf leið. Hlusta á það í kvöld. Já, þú hlusta núna mikill athygli og nú ætlum ég að banka. Þetta er stofnun. Svona er þetta. Alltaf persón sem þú sækir. Þú sækir aldrei stofnun. Stofnun getur aldrei gert neitt. Er það þannig eða er það þeim skilningur? Það er bara þannig. Hins vegar. Er það einn almenni skilningur á Vesturlöndum í lögum? Já. Ef þú fer til Ameríku þá voru alltaf verið að segja að þú lögsækir alla og alla. Það mennur dettur ekkert í huga að sækja fyrirtæki. Menn sækja persónu. Ég held að þú sækir fyrirtæki til starfsmanna eða? Hvernig getur fyrirtæki gert þessu? Ég veit ekki. Ég hefur einhvern tíma séð traktor fara af stað á sjálfstæði. Með engan geim. Ári jafnstöð. Sko, er forstjóri þjóðhagsstofnunar ef hún brýtur á mér í dag? Þá ber hann ábyrgð á það. Þá ber hann ábyrgð á þessum einstaklingi? Já. Það er þess vegna sem að Og þess vegna þarf stjórnarskráin ekki varðar.
hvernig kæri ég brot og stjórnarskrá? Þá kæri aðilann sem brýtur. Vegna þess að önnur greinin segir bara samkvæmt öðrum lagslögum. Ok. Þannig að spurningin hjá mér þannig séð raun. Já, þú getur aldrei, bekkurinn getur aldrei brotið eitthvað á þér, Við erum sammála um það. Já, ég næði þessu. Steinstefnan getur aldrei brotið á. Það er alltaf nákvæmlega. Þetta skýrir ákveð. En það segir mér bara líka hvernig ég get gert. Það er hins vegar, ég var svolítið tíma að skilja þetta. Það var félaginu sem lendur í því hérna fyrir mörgum árum. Það getur vel verið vindurinn skemmir. Það kemur ljós. Það var keyrt á hann. Árekstur. Hann er í bílnum sínum og það er keyrt á hann. Tryggingafélag hjá þeim sem keyrir á hann er með múður og stæla á leiðindi. Hann nefndi ekki að standa í því. Hann stemdi bílstjórann. Vegna þess að það var ekki tryggingafélag sem keyrði á hann. Það var einstaklingurinn á bílnum sem keyrði á hann. Og það er þá einstaklingur sem er á bílnum sem tryggði sig fyrir því að ef hann keyrði á einhvern, þá skyldi tryggingafélagið bæta honum skaðann. Já, ég skil það. Það er alltaf verið að segja okkur, slepptu því að tala við þennan sem keyrði á þig og farið í tryggingafélagið. En ok, ég er sáttur við þetta. En ég bara er að hugsa sko, það situr í mér þegar ég hafði samband við umboðsmann Alþingis á sínum tíma og spurði hvernig kæri ég stjórnarskrárbrot. Og það var hringt í mig, ég fékk ekki skriflegt svar frá þá. Það var hringt í mig og mátti ekki vitnisandana og þetta hefði aldrei verið gert. En nú er ég hins vegar með skriflegt svar núna af því að ég rakst á eitt stjórnarskrárbrot í vetur sem ég ætlaði að kæra en hættir þetta við. Og þá fór ég aftur í umboðsmannsskuldar og þá fékk ég svar. Og þá var svarið þannig. Íslenska ríkið er kært fyrir héraðsdómi Reykjavíkur. Fyrir ef hún ætlar að kæra mig. Það stenst ekki. Já. Þetta segir sem bara... Já, ég skil, já. Það stenst sem þú mást að segja. Málið er að... Bara að segja frá því ég fékk þetta bréf. Já, en málið er að okkur er sagt að gera þetta svona og okkur er tjáð að þetta sé svona hinsegin. Það er vegna þess að fólki inn í kerfinu er að verja sjálfans. Já. Fyrir málsóknum, þá segir að þú getur ekki stefnt mér, þú verður að stofna stofnun. Já. Ég hef skoðað þetta, þar sem maður hefur stundið sér fréttir eins og þetta, stofnunum hafi verið stefnt og fyrirtækjum líka. Þannig að þú veist... Og þegar menn segja þetta þá spyr ég já, hvernig gengur að koma húsinu niður í héraðsdóm? Já, ég meina, mér finnst þetta mjög skemmtileg skilningur, ég ætla að skoða þetta. Ég hef búinn að lenda í þeim líka þegar hafa lögmenn bankana og hjá sýslumann og annað verið að halda þessu fram Þá segi ég og þeir segja alltaf að þetta er ekkert persónulegt. En þá spyr ég á móti hins vegar, af hverju stefnið þá ekki húsinu mínu en ekki mér? Þetta er ekki persónulegt. Þá er þátt þessu. Það er bara hægt að stefna hús á annan veginn en ekki hinn veginn. Ég horfði á vídeó sem ég rakst á hann á YouTube sem hún varst fyrir sýslumanni að taka upp viðtöl við þau. Það var gaman. En af hverju nær fólk ekki þessu? Nú gekk fólki gegnum allt sem var í gangi hérna 2008 og er ennþá í gangi. Já, þetta er ekki búið. Langt frá því, þó að sé búið svona sópa mörgundi teppið svolítið, þegar maður upplifa það og svona líta fram hjá skúmaskottunum. Þannig er ég vinsæll í dag. Já. Það er líka að fara dætt á hinfundin. Já, ég verður að skella á þetta. Þetta var stefnum. Já. Hún getur bara hringt seinna. Þetta er það sem búið að fara með fullt af fólki vitleysu því það trúir bara lyginu sem við mókuðum í okkur. Það er nú aftur þá, sko, það er svo mikið af alls konar þættingi sem við búið að svona þetta sem ég kalla á ensku self-evident. Það er búið að koma inn hjá okkur að sumt sé augljóst, sumt á bara að vera svona, sumt sé bara sjálfsagt mál. En svo ef maður spyr spurningum það, þá er maður bara erfiður, þá er maður bara með vesen. Þetta er eins og í Ástríkur og Steinríkur, þegar þeir mættu og spurðu skjal 37, þá voru þeir látnir hlaupa upp á niður stigann, svo báðu þeir skjal nr. 39, þá fór stofnunin á hliðina. Og maður er kominn þangað. Núna mætum maður bara í andiru og biður ákveðna hluti og þá fer alltaf rúið að stúr. Maður er hættur að hlaupa milli stofnana sem maður látum gera. Ég er svolítið að bíða eftir að fleiri fara að gera þetta. Vakna til vitundur að maður er hægt. Já. Og þess vegna er ég svolítið að hugsa þetta, sko, það situr í mér. Er fólk virkilega ekki að skilja? Þú veist, ég er að horfa á hvernig fólk er að tjá sig frambúðin sem er í gangi núna. Það sem að hinir og þessir að segja ykkur að fallega hluti. Sem að ég hef ekki persónulega ekki nefnt að hlusta á flesta þeirra, en það er eins og fólk
þú veist, kannastu við hérna aktíin á hestunum? Það kallar fælispil. Já, að það er eins og, nei, þetta á að vera áfram eins og þetta hefur alltaf verið. Já, akkurat. Það á ekkert að... Svo setur þetta svona, til þess að það sem er við hliðina fæli ekki hestur. Já, og mér upplifir svolítið svona eins og, það var svolítið í sveitinni í gamla daga, það voru svona söm máli mátti ekki ræða. Og fyrir vikið þá voru þau alltaf bara þarna... Og við erum það. Já, og hérna... Ég held að við hefum aldrei losnað undan því að vera hérna... Föst í hlekkjum hugarfarsins. Þetta meina þarna sjónvarpsþættina góðu? Já. Ég heldur síðan það ennþá. Já. Það er sama, sko það er önnur mynd en við erum á sama stað. Já, ég sé þetta oft. Í Moldarkófa Húsnahótel sem að mér finnst eins og ég gagnrýni í sambandi við margt sem er í gangi í dag. Mér finnst við stundum ennþá vera bara eins og við erum ennþá á Suðurskautsskólanum í svona hlutum. Í húsnahætti og hvernig við komum fram með útlendinga, hvernig við komum fram með okkur sjálf, hvernig við komum fram með efnahagslífið. Kannastu við þetta? Íslendingar eru duglegastir í heimi og þeir vinna betur en allir aðrir. Og svo ferðu og ræður Pólverja að vinna. Núna í dag, þetta var ekki. Þetta var ekki okkar kynslóð þegar við erum tvítugir. 15, 20, 30 ára gamlir, 35 ára gamlir. Þá var maður af allan sólarhring. Já, en ég var alveg nefndið það. Það var einn húsasmiður sem ég vann og hann lét mig taka upp verkina í vannýting. Þangað til ég fór að hugsa áður en ég gerði. Og ég var í sláturhúsi 15 ára. Ég var í að klippa hausa, kraga af hausum. Og kettlingarnar tóku mig svoleiðis í gegn. Einhverja gamla kettlingar. Það fannst mér þá. Það eru okkar aldrei í dag. Þangað til ég gerði rétta handtakið. Og ég sá ekki eftir því að læra það. Að læra réttu handtökum. Vanda mig við að ná réttum tökum á þessu. Og ég komst að því að þeir sem tóku langan tími að ná réttu handtökunum, þeir skiluðu langbesta verkinu og hraðast. Seinna. Men hinir sem voru alltaf að flýta sér, þú vildir helst bara ekki vinna með það. Og svo hitti ég konu sem var búin að vinna í 5 ár í Berlín við að búa til prentgripi fyrir prestinni, með fagmaður í því. Svo kom hún hingað heim og hún var að segja við mig, vorum að vinna saman tíma af því ég vann að hlýja prentgripum. Hún sagði það er svo vont að vera komin heim eftir að hafa vunnið þarna úti. Nú, vegna þess að hér er allt gert á morgun og of seint og illa. En þarna úti er allt unnið eftir ferli. Eftir einhverjum svona búið að ákveða hvernig á að vanda sig. Þú kemur inn á þetta og talar ferli. Þú dettur mér í hug hérna með ráðningu á dómurum og öðru slíku hér. Við erum búin að fá nokkur skjöl, sem sagt ráðningarskjöl á dómurum. Það er ekkert fast format. Það er ekkert skjal eins. Og það er eitt skjal sem er sérstakt, því að allir sem bera það nafn í landinu, ef það kemst yfir skjalið þá er hann dómari. Vegna þess að það er ekkert auðkenni á skjalið. Það er bara nafn á þess sem er dómari, hann ritar ekki einu sinni undir það. Þannig að þetta er í rauninni handhafa... Áttu myndir af þessu? Já, ég hafa myndir af þessu. Þetta er í rauninni handhafaskjal þess sem ber þetta nafn. Í alvöru? Þetta er allt svona inn í stjórnsýslunni. Er þetta íslenska dómskerfi? Til hamingju Ísland. Og lögfræðingar, hvernig þeir eru... Hvað segir batterið? Ráðnir og... Já, við höfum nóga batterið. Það er bara klukkan er komin. Já, ég veit. Og þannig að það er gríðarlega margt sem er ekki með. Það er eiginlega heila mál. Með öðrum orðum, sko staðan sem við erum að horfa á í dag, hún er mjög basic. Það er ekki basic, hún er skelfileg. Hún er skelfileg. Svo var eitt hérna ágætt skal ég segja þér í dómskerfinu. Ég var með mál inni og svo vildi ég fá gögnin mín út úr málinu og þetta voru 30-40 blöð eitthvað svoleiðis. Þá stemplar hún fremsta blaðið og aftasta blaðið. Það var ekki stemplað öll. Þá segir ég, herru, býtu, það er ekki gagnið að stimpla bara fremst og aftasta blaðið. Það er þetta, sko, ef ég fer með þetta erlendis í aðra dómstóla þá segir það vantar allt í miðjum. Já, við lentum í þessum daginn, sagði. Við vorum að senda gögn út og við stimpluðum ekki allt, en við fengum þetta allt aftur tilbaka. Þetta er bara...
En sko, þegar ég nota samt orðið ferlar, sko, maður hefur að kynst í að það er búið að vera svona í 10 ár tískuyrði. Þetta er í ferli og í ferlum og svona. En ég hef kynst í á hinu opinbera að það er ekkert endilega þessi ferlar eru oft meira svona bara orðan af hljóðum, meira svona skálkastjórn frekar en hitt, frekar en fagleg nálgun og fagleg nálgun. Þetta er sem var frið fyrir þér? Já. Þetta er það? Já. Þetta er í ferli? Nei, ég meina, ég sá þetta á Fiskistofu, þú veist, nefndir og þetta og samræðufundir og svona eins að, þú veist, þegar það komið út í fundarherberginu þá var þetta bara, já, búið að bóka það. Já, akkurat. Og svo fór það ekki lengra. En var ekkert ferli. Það var kannski bara önnur persóna sem áttu að taka skjalinu. Það var allt ferli. Þetta lítið vel út. Þetta er í ferli og þá róar fólkið og það hérna... En hvað þarf að breytast þá í hugsunarhætti okkar? Þú veist, þó að þú myndir fara á Bessastaði eða þó við myndum kjósa nýja stjórn í vor eða hausti Þetta breytist ekki við nótt, en hugsanlega komist maður að og þá er allavega umræðan fyrir sterkt í gang. Já. Það er byrjun. Við erum að því núna. Við erum búin að, ég vaknaði til með vitundar þetta í árið 2000. Ég hafði aldrei pælt í stjórnarskrána. Ég hafði aldrei sjálfstæði til þess. Og ég hafði alltaf treyst til opinbera. Já, hið opinbera fer náttúrulega eftir. Ég var jafn styrklaður og allir aðrir. Ég var þarna líka. Það er ekkert flóknar af það. Ég fer ekkert að spá í svo hluti fyrir ég þarf að fara að verja í heiminn. Þá kviknar það þessari byrju. Það er svona. Ég átti svo mitt eigið ferli að það sem ég fattaði hvað var í gangi. Ég þurfti að reka mig, ég rakna á 2-3 veggi. Já, sæl. En mér finnst samt fjandanum erfið að útskýra fyrir fólki hvað er að. Hvað er að gera. Ég get raunin eitthvað, fyrir 2 árum vissi ég það. Þá gæti ég sagt það. Í dag er ég ekki viss. Einu sem þú sagt að það er að byrja að lesa okkar samfélagssáttmála sem er stjórnarskrá. Skilja hann og þau þurfum að skilja hann. Áttum á því að hann er það sem að skilja þetta nátt í þessu auðvitað sem hann þá getur við bara að Já. Nei, ég sit hérna á bekk út í Grasagarði að klára þar smá fundur og vera að leggja stað svo. Hvað heitir þetta aftur? Tillan? Ok, ég reyna að finna þetta. Bæ. Þetta var besta viðtalið þetta í vor. Já, ég er sammála þessu, en ég er líka sammála því að fólk þurfa að fara að átta sig á. Það satt í mér haustið 2008. Þegar ég sá fólk í sjónvarpinu verið að segja henni á Austurvelli, við þurfum aftur gömul gildi. En ég heyrði aldrei neitt segja neitt hvað gildin eru, eða hver er munurinn á að standa með gildi, eða hver er munurinn á gildi og skoðun. Þú hefur skoðun á einhverju, já, en gildi er þegar þú stendur með. Gildið núna, þá voru menn að tala um sjúklinga og lyfjagjöfun og svo framvegis. Þá verða menn að lesa saman 2 greinar, það er 65. og 77. grein. Því að 65. greinin segir allir skulu jafnir fyrir lögum óháð efnahag. Þá fer í 77. grein og það segir það skal tryggja öllum aðgang, tryggja rétt með lögum vegna sjúkleika, örorku, atvinnuleysis og framvegis. Þannig að 65. grein heldur undir þessa 77. það að ferðin á spítala, það má ekki rukka. Vegna þess að sá sem að sefur hérna undir tré á ekki neitt, hann á að fá alla þá þjónustu sem hann er íslenskur ríkisborgari, þá á hann að fá þessa þjónustu. Og hann á líklega að fá að jafn hratt að komast að eins og ráðherrann. Já. Og milljarðamæringurinn á líka sama rétt að komast inn á spítalann og hinn. En menn lesa þetta ekki saman og nú er verið að taka gjald á okkur hingað og þangað og allavega sem að stenst ekki neitt. Við gætum verið með langa lista yfir allt sem er að. Það er svo óhugnalegt að fólk trúi. Það þarf að byrja einhver stað, ég veit svo sem ekki. Það er 1000 mílna ferð sem byrjar að einu skrúð. Meira verður ekki tekið. Takk fyrir okkur. Góð tíu þér. Hörru, ég hef rökinn bara. Það þarf að heita eitthvað daginn. Já. Hörru, við sjáumst það bara. Ok, bæ.